Hæ, Guðrún hér og velkomin í Helsa og velíðuna þáttinn minn. Í þessari viku langar mig til þess að fjalla svitalyktarreiðin okkar. Við teygjum flest bara hendina fram og kaupum það sem er í hillunum í matvörumarkaðnum okkar. Við höfum því gjarnan að treysta á einhver merki sem við höfum keypt aftur og aftur, en fæstir lesa innihaldslýsinguna og skoða hvað er í svitalyktarreiðinum. Í flestum svona fjöldaframleiddum svitalyktarreiðum er alúmíníum. Það er til að loka svitaholunum hjá okkur til þess að við svitnum ekki, sem gerir það að verkum að óhreinindin sem þurfa að koma hér út, af því hér er undir höndunum á okkur er fullt af sogæðaeitlum og sogaðarnar eru annað helsta úthreinsikerfi úr líkamanum. Þannig að það þarf að vera virkt og fá að svitna án þess að vera lokað, af því að ef að alúmíníum lokar þeim þá sitja óhreinindin eftir inni. Það getur komið bólgur í eitlana og það getur orðið krabbamein í þau. Og bólgurnar geta líka leitt út í brjóstin hjá okkur konum og út í brjóstvöðvana hjá karlmönnum. Þannig að það er mjög alvarlegt að fá alúmíníum inn í líkamann, og það sem meira er, það fer líka upp í heila hjá okkur og það er talað að alúmíníum í höfðinu á okkur sem smitast úr mörgu öðru heldur en bara svitalyktarreiðinum. Það sé ein ástæða þess að við fáum Alzheimer. Og við gjarnan eldum í álpappír, og ef álpappírinn er mjög þunnur þá getur hann lekið mjög mikið. Ef að álpappírinn er þannig að ef hann hitnar þá lekur hann. Þannig það er ekkert mál að pakka hlutum inn í álpappír ef þeir eru kaldir, en það er meira mál ef að pappírinn hitnar. Þannig að þetta er svona eitthvað til þess að hafa í huga, til dæmis ef þið farið út í fiskbúð og kaupið fisk eða fiskrétt í álbakka, ekki hitar í álbakkanum í ofninum. Af því að ef þið gerir það, að þá leysist ál upp og það fer inn í matinn. En ég ætla að tala svitalyktarreiða. Og það skemmtilega er að svitalyktarreiðar sem eru í rauninni með salti í til þess að stöðva svitaútstreymið hjá okkur eru til, og í þessum umbúðum hérna, þetta er svona roll-on eins og við kallum, þar sem að við getum rúllað undir hendina og það sem er snilldin við þetta er að þetta er í svona BPA-lausu plasti og það er hægt að kaupa áfyllingu og maður skrúar í rauninni bara kúluna af glasinu til að fylla á vökvar sem að notaður er, skrúar kúluna aftur á og lokið og notar hann reglulega. Og hið sama á við úðabrúsann. Hann er líka, ég ætla nú ekki kannski að, hann úðast vel undir hendina. Þessi er með örlitlu svona ferskjublóma ilmi, en það eru til einar 5 tegundir, mismunandi lyktartegundir af þessu, og líka sama snilldin er hér, að það er hægt að skrúa þetta af og fylla á brúsann. Þannig að í rauninni kaupum við bara úðabrúsann eða roll-on brúsann einu sinni, en svo notum við áfyllingarnar, og það er sparnaði líka gagnvart umhverfinu. Og þessar snilldar vörur sem heita salt jarðar eða salt of the earth er hægt að fá í Mamma veit best, og Mamma veit best verslunin er á horni Auðbrekku og Dalbrekku í Kópavogi, og það er líka hægt að fara inn á vefsíðuna þeirra Mamma veit best til þess að kaupa þessa svitalyktarreiða. Og við erum ekki bara að hugsa betur líkamann okkar, heldur líka náttúruna þegar við erum að nota vörur sem eru með svona áfyllingadæmi. Ég ætla ekki að hafa þetta meir í dag, en passið ykkur á álinu. Ef þér líkar við það sem ég er að fjalla í þessum þætti, smelta endilega á like og þú mátt gjarnan setja komment undir þáttinn. Allt hjálpar það mér að dreifa þessu efni til sem flestra.
og ég er þakklátt fyrir aðstöðunum. Tala um að setja subscribe líka. Ok, takk.